Vonir frið milli Bandaríkjanna og Írans eru brostnar og vopnahlé hangir á bláþræði. Bandaríkjaforseti hafnar skilyrðum Írana og ætlar að afnema alríkisskatt á eldsneyti tímabundið. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar á lifur og bris og jafnvel leitt til sjóntaps, segir innkirtlalæknir. Alvarlegt sé að slík lyf gangi kaupum og sölum á svörtum markaði. Lögreglan á Suðurnesjum hefur ekki verið með fíkniefnahunda á Keflavíkurflugvelli síðustu 2 ár. Greiningarvinna lögreglu og tollgæslu skilar betri árangri, segir yfirlögregluþjónn. Garðbæingar vilja áframhaldandi uppbyggingu í bænum, tíðari almenningssamgöngur og að betur sé hlúð að ungmennum og eldra fólki. Leikskólamál eru bæjarbúum ofarlega í huga. Óteljandi handtök eru að baki hverjum kjörseðli fyrir sveitarstjórnarkosningar. Kjörstjórnir hafa í nægu að snúast, enda aðeins 5 dagar til kosninga. Gott kvöld. Vopnahlé milli Íran og Bandaríkjanna í bráðri hættu samkvæmt Bandaríkjaforseta og lítið sem bendir til að samningar frið náðist í bráð. Í gær bárust svör Íransstjórnar við tillögum Bandaríkjanna að samkomulagi. Þeirra hafði verið beðið í nokkra daga en Donald Trump forseti Bandaríkjanna hafnaði þeim alfarið. Trump tilkynnti síðdegis að hann ætli að koma til móts við hækkun á eldsneytisverði með því að afnema alríkisskatt. Það myndi skila sér í 4% lækkun til neytenda. Ólöf Ragnarsdóttir, friðarvonir, þær virðast nánast alveg brotnar. Vitum við hvað kom fram í svari Íransstjórnar? Við vitum það ekki alveg svona nákvæmlega en svona við höfum ekki séð þetta svar, en það sem þó hefur komið fram að írönsk stjórnvöld krefjast þess að Bandaríkin aflétti hafnbanni og að þau krefjast líka þess að öllum átökum linni, og þá ekki síst áttu við átök milli Hezbollah og Hezbollah í Líbanon og Ísraels. Þau átök eru bara enn mjög hörð og ástandi hríðversnar dag frá degi í Líbanon, og írönsk stjórnvöld þau vilja ekki opna fyrir umferð Hormúsund fyrir búið að semja frið. Á meðan Bandaríkjaforseti hefur sagt að hann vilji að umferð Hormúsund verði hleypta á nýju áður en búið að semja endalok stríðsins. Annað svona aðeins meira á reiki, en í upphafi þá töldu Bandaríkjastjórn taldi að þetta stríð myndi ekki vara mjög lengi. Við skulum líta á smá samantekt yfir það sem að Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt þetta stríð frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. febrúar. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks. We're going to have a much safer world as soon as it's finished, and it's going to be finished pretty quickly. We've won. Let me say, we've won. We strongly encourage the other nations to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm. En daginn eftir birtist þessi færsla. Við þurfum ekki lengur né viljum aðstoð NATO-ríkja. Við þurftum hana aldrei. Svo virtist koma skriður á viðræður síðustu vikuna í mars. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is we'll leave. Tonight, I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. We could leave right now and it would take them 15 years to rebuild what they have. We could leave right now. 8. apríl samþykktu Bandaríkin og Íran vopnahlé sem Bandaríkjastjórn segir enn í gildi. Síðustu daga hefur friðarsamningur legið í loftinu. It's going very smoothly and we'll see what happens. Ekki gekk það vel, mér líkar það ekki, algjörlega óásættanlegt, skrifar forsetinn. For the time being, the ceasefire remains in place. It's unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. En hvað gerist svo næst, Ólöf?
Ætli lykilorðið sé ekki óvissa. Við vitum ekki hvort eða hvaða aðgerða Bandaríkin grípa til. Við vitum að Trump hefur þegar sest niður með þjóðaröryggisráði sínu og svona íhuga hvaða kosti hann hefur í þessari stöðu og þingforseti Írans, hann hefur gefið út yfirlýsingu að Íran sé reiðubúið að bregðast við árásum ef af þeim verður. Þannig að það aftur komin mikil spenna en Trump sagði samt fyrir í dag að hann telji mögulegt að finna, hann telji enn möguleika á því að finna diplómatíska lausn og við verum auðvitað bara að vona að það gerist en á meðan þá heldur olíuverð áfram að hækka enda litla líkur á því að umferð fari aftur í gangum Hormúsund á næstunni og gleymum því ekki að vanalega fer 15 allrar olíu í heiminum þar Einmitt. En hvað þarf að gerast til þess að friður komist á? Hver eru líka bara markmið Bandaríkjastjórnar með þessu stríði? Já, þau eru nokkur og alveg svona misskýr en við getum sagt að rauði þráðurinn sé sem hefur svona stöðugur málflutningur bæði stjórnvalda í Bandaríkjunum og Ísrael að aðalatriði helsta markmiði sé að koma í veg fyrir að Íranar geti komið sér upp kjarnorkuvopnum og Bandaríkin hafa krafist þess að Íranar hætti alfarið að auðga úran en auðgað úran ekki einungis notað í kjarnorkuvopna framleiðslu, það líka hægt að nota til að framleiða rafmagn til dæmis og Íranar hafa ekki viljað samþykkja þetta en svona í dag hafa einhverjir miðlar, erlendi miðlar greint frá því eftir sínum heimildum að Íran hafi lagt fram einhvers konar móttilboð á þessu sem væri til dæmis að hætta tímabundið að auðga úran eða jafnvel senda það úr landi til þriðja ríkis. En ef við drögum daginn saman, helstu ástendingasteinarnir eru þá Hormúsund og auðgun úrans. Við fylgjumst áfram með þessu. Takk fyrir að taka þetta saman fyrir okkur, Ólöf. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og leitt til álags á ýmis líffæri, segir innkirtlalæknir. Varasamt sé að taka slík lyf án handleiðslu læknis. Lyfseðilsskyld lyf á borð við Ozempic og Wegovy ganga kaupum og sölum á samfélagsmiðlum og líkt og framkom í fréttum í gær hefur nýtt efni sem á að stuðlað hröðu þyngdartapi rutt sér til rúms, tilraunalyfið Retatrutide eða Reta sem ekki komið á markað. Og þetta lyf ekki komið í sölu eða á markað þannig að ef það verið að selja það einhvers staðar þá ekki líklegt að það sé lyf sem rétt framleitt. Það líka þannig að þetta hefur ekki verið náttúrulega í notkun. Það engir læknar hér á landi sem eru vanir að nota þessi lyf og þá náttúrulega veltir maður því upp hvaðan koma þessi lyf og eru þetta raunveruleg lyf eða eru þetta einhverjar eftirhermur eða eitthvað sem geti verið hættulegt. Lyfin hafi mun víðtækari áhrif en fólk gerir sér grein fyrir og rangir skammtar valdi óþarfa álagi á fjölda líffæra. Svo skiptir það líka máli að þetta eru eftirhermur eftir peptíðum eða hormónum sem við framleiðum í líkamanum og þessi hormón og peptíð þau hafa viðtaka út allan líkama. Og ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því að þau hafa miklu viðtakari áhrif heldur en bara það að hafa áhrif á settu og svengd. Guðrún segir þyngdarstjórnunarlyf hafa þekktar aukaverkanir og þær geta verið alvarlegar. Því sé mikið áhyggjuefni að fólk taki slík lyf án handleiðslu lækna. Það sem ég myndi kannski helst hafa áhyggjur af að fólk sé að nýta sér þetta og þekki ekki skammtana, að það verði fyrir til dæmis óþarfa álagi á lifur og brisið og það verði óþarlega mikið vöðvamassatap. Svo hef ég líka áhyggjur af því að ef fólk að taka lyf sem þetta hefur ekki fengið upp á skrifa frá lækni, að þá það kannski hrætt við að leita sér aðstoðar ef það koma upp einhverjar alvarlegar aukaverkanir eða vandamál tengd lyfinu. Það náttúrulega mjög sjaldgæft að það komi upp mjög alvarlegar aukaverkanir. En það hafa komið upp aukaverkanir til dæmis í tengslum við offitu lyfin eins og Wegovy að fólk hefur til dæmis fengið sjóntap. Það geta komið upp alvarlegar aukaverkanir í tengslum við brisið eins og brisbólga. Og ef fólk leita svo til læknis og læknarnir vita til dæmis ekki að þessi lyfjameðferð sé í gangi að þá getur það kosta bara óþarfa rannsóknir og uppvinnslu af því að við erum ekki meðvituð innan heilbrigðiskerfisins að einstaklingurinn sé á þessum lyfjum. Stjórnendur Icelandair segja margt benda til þess að flugmenn félagsins séu í óformlegum verkfallsaðgerðum tengdum kjaraviðræðum þrátt fyrir yfirlýsingar félags íslenskra atvinnuflugmanna að engar slíkar aðgerðir séu hafnar. Icelandair hefur þurft að aflýsa minnst 2 flugferðum því ekki tókst að manna flugstjórnarklefa.
Í yfirlýsingu sem flugfélagið sendi frá sér síðdegis segir að óvenjulegt sé að ekki náist að manna flug, vísbendingar séu samantekin ráð. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir í yfirlýsingunni að mikilvægt sé að allir aðilar sýni ábyrgð, staðan í flugrekstri sé krefjandi vegna hækkunar á eldsneytisverði og óvissu í alþjóða umhverfi. Þá njóti flugmannastéttin á Íslandi einna bestu kjara sem bjóðist á Norðurlöndunum. Brýnt sé að samningar náist sem allra fyrst. Og félag íslenskra atvinnuflugmanna situr nú á fundi í Kópavogi og þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla María, hver eru viðbrögð félagsmanna við þessari yfirlýsingu Icelandair? Er ekki bara best að spyrja formanninn Jón Þór Þorvaldsson á því? Jón Þór, hvernig horfir þessi yfirlýsing forstjórans við ykkur? Eru þið í óformlegum verkfallsaðgerðum? Nei, við erum búin að svara því áður í fjölmiðlum að við erum ekki í neinum aðgerðum og svona kannski koma aðeins flatt upp á mann að sjá þetta núna bara fyrir nokkrum mínútum síðan og okkur þykir bara miður að þurfa að svara einhverju svona í fjölmiðlum. Það hefur alltaf verið gott samband á milli okkar og ég veit að Bogi er með símanúmeri hjá mér og við hefum getað hist, ég hef ekki heyrt í honum reyndar í 3 vikur. En það verður líka að gera skýran greinarmun á verkfallsaðgerðum, formlegum eða óformlegum og svo því hvort að einhverjir einstaklingar séu ekki tilbúnir að hlaupa burt úr orlofi eða sínum frítugum til þess að bjarga einhverju ástandi sem að kannski kemur til að skipulagi sem að þeir hafðu enga aðkoma að gera sko. Og kannski það sem ég myndi vilja bæta við þetta er að FÍA hefur varað við því að þetta gæti komið upp í 2 ár. Það hefur verið gríðarlega mikið vinnuálag á sérstaklega ákveðnum hópi flugmanna og þegar það þverr að þá er hætti því að sveigjanleikinn sem er sennilega það verðmætasta sem við hjá Icelandair eigum að það sé þá kannski ekki aðgengilegt eins og áður hefur verið. Það kemur þá fram í yfirlýsingunni þar sem Bogi segir að flugmannastéttin á Íslandi sé með ein bestu kjör sem bjóðast á Norðurlöndunum. Eru kröfur ykkar óraunhæfar? Nei, það eru langt í frá að vera óraunhæfar og það eru kannski eitthvað annars sem að stýrir það að kjaraviðræður eru ekki lengra komnar. Eru einhverjar verkfallsaðgerðir fyrirhugaðar? Nei, það hefur ekki komið til tals. Og þið fundið á morgun þannig að þið væntanlega gangið á borði, setur þetta eitthvað fleig inn í þessar viðræður? Nei, við erum nú vanir því að fást við svona og við látum þetta ekki koma okkur í jafnvægi. Þetta er bara hluti af þessu, það mönnum getur hitnað og en við erum tilbúinir að tala við Boga ef hann þarf að tala við okkur. Frábært, kæra þakki fyrir þetta Jón Þór og tími verður bara leið í ljós hvað verður á þessu en við kveðjum að sinni hérna úr Kópavoginum. Takk fyrir þetta, Erla María Davíðsdóttir. 18 farþegar hollenska skemmtiferðaskipsins Hondiusar hafa verið settir í einangrun í Bandaríkjunum og einn er með staðfest handaveiru smitt. Annar farþegi hefur greinst með veiruna eftir heimkomu, sá er frá Frakklandi og er í einangrun í París. Hondius kom til Tenerife á laugardag og í gær voru farþegar fluttir í land. Eftir það var þeim flogið til heimalanda sína. Spænska varnarmálaráðuneytið birti myndskeið innan úr flugvélinni sem flutti spænska farþega til Madridar. Sætin voru þakin plasti og gólfið líka. 3 hafa látist vegna veirunar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litlar líkur á útbreiðslu faraldurs en mælir með 45 daga einangrun fyrir farþega skipsins. Úttekt stjórnsýslu Reykjavíkurborgar á úthlutun bensínstöðvarlóða til olíufélagana er enn í ferli og kemur það til kasta nýrrar borgarstjórnar að leiða málið til lykta. Ákvörðun Reykjavíkurborgar að úthluta bensínstöðvarlóðum til olíufélagana hefur velst innan stjórnsýslunar í 2 ár eftir að Kastljós fjallaði málið vorið 2024. Í kvöldfréttum RÚV í gær var sagt frá því að hluti lóðana hefði gengið kaupum og sölum frá því samkomulagið við olíufélögin var gert 2021 og virði þeirra margfaldast í viðskiptunum. Á þessum 5 árum eru framkvæmdir aðeins hafnar á einni lóð. Borgarráð fól innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að fjalla samningana og skilaði hún niðurstöðum haustið 2024. Þar komu fram úrbótatillögur í 12 liðum. Tillögurnar voru ræddar á hinum pólitíska vettvangi og samþykkti borgarráð í október í fyrra að vísa tillögunum til umsagnar hjá þar tilgreindum einingum innan borgarkerfisins. Embætti borgarlögmanns fekk 2 þessara umsagna til umfjöllunar. Önnur þeirra er tilbúin en efni hennar er trúnaðarmál samkvæmt svörum frá borgarlögmanni. Hinn er enn í vinnslu.
2 aðrar tillögur vinnur borgarlögmaður í samráði við önnur svið borgarinnar og eru þær jafnframt í vinnslu. Í svörum borgarlögmanns segir að óljós sé hvenær allar umsagnirnar liggja fyrir, en það kemur til kasta nýs borgarráðs að taka ákvörðun afgreiðslu þeirra þegar þar að kemur. Engir fíkniefnahundar eru hjá lögreglunni á Suðurnesjum og hafa ekki verið síðustu 2 ár. Yfirlögregluþjónn segir fáa hunda ekki geta sinnt þeim verkefnum sem þarf á Keflavíkurflugvelli, kostnaði sér betur varið í að fjölga lögreglumönnum. Á 15 ára tímabili frá 2009 til 2024 voru 4 fíkniefnahundar í þjónustu lögreglunar á Suðurnesjum. Fyrir 2 árum ákvað þáverandi lögreglustjóri að ekki væri áfram þörf á hundunum. Það er rauninni bara það að vera með örfáa hunda á Íslandi fyrir lögregluna er ekkit vænlegt þegar að þú ert með kannski, þau þurfa að vinna eins og hver annar maður og þau þurfa hvíld og þeir þurfa þjálfun og þeir eru kannski færri en 10, þá segja sér sjálft að þeir geti ekki þjónust að þau verkefni sem þörfin er fyrir. Miðað við álagið á Keflavíkurflugvelli þyrfti talsvert fleiri fíkniefnahunda ef þeir ættu að skila raunverulegum árangri. Og þeim fylgir líka umsjónarmaður. Þetta er fjárfesting, í hvað ætlum við að setja peningana sem við erum með. Það er betra fyrir okkur kannski á þessum tímapunkti að ráða frekar 2 lögreglumenn, af því það vantaði lögreglumenn. Þannig þetta er allt bara ákvörðun á hverjum tíma, hvar við ætlum að setja fjármunina í. Ekki hafi gengið verr að finna og leggja hald á fíkniefni á flugvellinum frá því að hundarnir hættu störfum. Ég ætla að leyfa mér fullir að segja nei. Það er bara lögreglan nefið, tollgæslan á Keflavíkurflugvelli. Þetta er greiningavinna og önnur úrræði sem við erum að ná árangri með. Lögregluhundar geti þó verið þjálfaðir fyrir ólík verkefni og reynst mikilvægir. Ef við getum verið fullt af hundum og jafnvel í öðrum brotum eins og að leita peningum og þeir eru náttúrulega í öðrum verkefnum líka eins og sprengjuleitahundar, en fíkniefnahundar, ég held við ættum að horfa í eitthvað aðra átt. Í dag eru 5 dagar til sveitarstjórnarkosninga og við ætlum að líta aðeins á 5. fjölmennasta sveitarfélag landsins, Garðabæ. Áramótin bjuggu þar tæplega 21.000 manns. Sjálfstæðismenn hafa haft þar hreinan meirihluta í 60 ár eða frá árinu 1966 og eru núna með 7 bæjarfulltrúa af 11. Nú eru 6 flokkar í framboði í Garðabæ, en hvaða mál brenna helst á garðbæingum? Ég held að Garðbæingar vilji bara sjá áframhaldandi uppbyggingu og hér ég finn það vel nýfluttur úr öðru sveitarfélagi að hér útsvarið í vinnu, að það er svona vel hugsaðan Garðbæinga og það er ákveðin forréttindi bara að vera hérna í bænum. Leikskólamál er mjög ofarlega í huga, en það er búið að vera bara mjög góðu gangur á þeim hjá Garðabæ. Æskulýðsmál og svolítið bara svona félagsstörf eldri borgara líka, það finnst mér mjög mikilvægt. En já, og svolítið bara húsnæði fyrir yngri kynslóðina. Já, ég vil náttúrulega bara breyta hér út á Álftanesi. Ég vil til dæmis fá verslun hérna út eftir. Það eru orðið miklu fjölmennara heldur en það var þegar ég kom hér fyrst. Ég vil eiginlega ekki breyta neinu. Ég vil bara að það fólk sem er í stafni núna í brúnni og það klári þau verkefni sem þau eru í. Hvað er það sem þau gera svona vel? Það er ekki bara nánast allt. Alltaf sé ekki bara leikskólamálin. Ég er sjálfur ekki fjölskyldumaður en margir mínum vinum eru svolítið búin að vera að bíða eftir leikskólaplási. Þó að kannski hafi verið einna best hérna í Garðabæ. Góðir skólar og góð þjónusta. Eitthvað annað sem þér finnst skipta máli? Umhverfi skiptir náttúrulega miklu máli. Hér í Garðabæ eru tekjur og íbúða þar hæstu á landinu en útsvarið er það næst lægsta á höfuðborgarsvæðinu og þetta er bær í örum vexti. Á síðustu 10 árum hefur íbúðum í Garðabæ fjölgað 43%. Byggðin er dreifð í mörgum hverfum sem langt er á milli. Umferð hefur aukist bæði innan bæjar og í gegnum bæinn. Og samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins er ætlað að leysa vandann en hér í Garðabæ eins og víða annars staðar er borgarlínan umdeild. Já, það er ekki nægisalindi í umferðinni reyndar. Þyrfti að auka við almenningssamgöngur? Já, kannski eins og bara í Rauðholtinu og kannski þessum 9 hverfum sem er í uppbyggingu. Það finnst mér það mætti alveg gera það. Við værum til í alveg mun betri samgöngur sko. Bý sjálfur í Rauðholti að það var mikið keppikefli hjá okkur að fá hérna og opna þenn á flóttamannaveginn sem reyndar er verið að gera núna og allir það sé ekki bara einmitt mikilvægt skref en þeir eru að standa sig í því að gera það núna akkurat fyrir kosningar. Það er ekki bara Garðabær, það er náttúrulega bara allt svæðið hérna sem að umferðin orðin slík að það horfir ekki vel ef eitthvað er ekki aðgert í stórum stíl sko.
Almenningssamgöngur að sjálfsögum mætti vera betri. Ég hef ekkert svar þar sko. Það svona einhvern veginn oft byggt og hugsa svo samgöngur sko. Nota strætó meira, hann keyrir hérna meira tómur, finnst mér. Og þetta fækka bílónum, breikka götunar, klára flóttaleiðina og fara sem minnst úr heimabyggð. Þurfum kannski að líta í eigin barm og fækka bílónum. Ég held að það sé lausnin en ég held hún sé samt ekki alveg í augsýn. Heldur að Garðbæingar sé til í að pakka bílunum? Já, ég veit ekki. Kjörstjórnir allt land eru í óða önn að undirbúa sveitarstjórnarkosningar helgina, enda að mörgu að huga. Hérna eru blýantar og strókleður, límband, gjörðabók og alls konar pappírar sem þarf að fara með kjörgögnum út í Grímsey. Þeir eru langir tékklistarnir hjá yfirkjörstjórnum landsins þessa vikuna. Helga og samstarfsmenn hennar á Akureyri voru í dag að tryggja að öll gögn kæmust í kjördeildina í Grímsey. En í áranna rás hefur gengið á ýmsu við að koma gögnum til og frá nyrstu byggð landsins. Þangað eins og í aðrar kjördeildir þarf að koma ýmsu, innsigluðum kjörkassa, kjörseðlum, kjörskrá, skriffærum og gjörðabók, þar sem eru upplýsingar kjörfundi í gegnum árin, að sjálfsögðu með móla hvernig viðraði á kjördag. Starfsmenn í Hrísey koma til okkar á föstudaginn á fund og þá taka þeir sín gögn með sér út í eyju eftir að fundi loknum. 302.688 manns eru á kjörskrá og ganga að kjörborðinu á laugardag í 57 sveitarfélögum. Kjördeildirnar eru svo enn fleiri eða 293. Í 4 sveitarfélögum sjálfkjörið þar sem einn listi í framboði. Að baki þessu öllu eru óteljandi handtök þeirra þúsundastarfsmanna sem sjá til þess að öll okkar atkvæði fari í löglegan farveg og endi í réttum höndum. Eitt sem kemur til með að breyta deginum töluvert fyrir þau eru 9 kjörkassarnir sem eru þó nokkuð léttari en forverar þeirra. 4 innsigli en ekki 2 kalla líka á meiri tíma í meðhöndlun kassana, regnar kjörstjórnin á Akureyri með. Þar sem að nú eru 4 innsigli í staðin fyrir voru bara 2 á gamlu kassunum, tryggkassunum. Þá voru þeir bara innsigli á sinhverju hliðinni og síðan bara hengilás. Þetta tekur pínu lengri tíma, til að vera viss að vera allt sér tilbúið kl. 9 þá ætlum við byrja kl. 8. Og þá allt klárt í Grímsey? Nú allt klárt í Grímsey nema við förum síðan bara með þetta á pósthúsið. Já, allt klárt í Grímsey en á kjördag eru kjörstaðir opnir allt land frá klukkan 9 morguninn til klukkan 10 kvöldið. Það hægt að fletta upp á vef þjóðskrár hvar maður á að kjósa. En í Reykjavík þar eru 2 nýir kjörstaðir í stað íþróttamiðstöðvarinnar í Austurbergi verður kosið í FB og í stað Öldusöldsskóla verður kosið í Seljaskóla. Þá fer talning fram annar staðar en áður. Í stað þess að vera í Laugardalshöll þá er talning í íþróttahúsi IR en það vegna þess að tónleikar herra Hnetusmjörs eru í höllinni þá kvöldið. En hér í Hlíðasmára 1 þar getur fólk kosið ef það vill eða þarf kjósa utan kjörfundar. Við skulum bregða okkur hérna inn. Það er víst að það þarf að gæta þess að ganga inn að neðanverðu. Skrifstofa sýslumanns hérna fyrir ofan en við göngum hérna inn fyrir aftan hús og hér hún Sigríður. Já, hvernig hefur þetta gengið og eru margir búin að vera að kjósa? Já, það gengið mjög vel og það sem af degi þá 1800 manns búin að koma til okkar í Hlíðasmáran og frá því að við opnuðum 17. apríl þá hafa rúmlega 9400 kosið og heildarkosning utan kjörfunda hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum að það 14.900 manns sem hafa kosið samtals frá 17. apríl. Og það opið hérna fram á kvöld hjá okkur? Við erum með opið alla þessa viku til klukkan 9 á kvöldin og við opnum klukkan 10 alla mótna og einnig verður opið hjá okkur uppstilningadag 14. maí frá klukkan 10 til 9 kvöldið. Og hvað þurfa svona kjósendur að hafa í huga áður en koma hingað og kjörsta? Þeir þurfa að hafa það í huga að vera með persónuskilríki og það sjálfsögðu ekkert annað. En þeir sem eiga ekki lögheimili á höfuðborgarsvæðinu, þeir þurfa að bera ábyrgð á því að koma sínu atkvæði til skila til sín sveitarfélags. Einmitt. Takk fyrir þetta Sigríður og við segjum þessu lokið hérðan frá Hlíðasmára. Takk fyrir það Alma, en við skulum þessu næst sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Það styttist í sveitarstjórnarkosningar og gengið hefur á ýmsu í aðdragandanum. Við rýnum í kosningarnar í Kastljósi í kvöld.
Nýverið var rannsakað hvers konar störf og menntun verða mest gildandi í náinni framtíð eftir stórtækar breytingar vegna gervigreindar. Við komumst að því hver þau eru. Feneyja tvíæringurinn, stærsta myndlistarhátíð heims, er hafin. Kastljós heimsótti íslenska þjóðarskálan sem er í höndum Ástu Fanneyjar Sigurðardóttur í ár. Og silfrið verður líka helgað kosningunum, eða ekki, Sigríður? Jú, heldur betur. Við ætlum að fara yfir sviðið með fólki sem er hokið af fjölbreyttri reynslu á málefnum sveitarfélagana. Þau kom hingað Birgir Jón Jónsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi og Fjallabyggð, Grímur Atlason, fyrrverandi bæjarstjóri í Bolungarvík og Dalabyggð, Heiða Kristín Helgadóttir sem tók þátt í að stofna bestaflokkin í Reykjavík á sínum tíma og Ragnheiður Ríkarsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Ekki missa af silfrinu klukkan korter yfir 8. Takk fyrir það, Sigríður, við fylgjumst með því, en næst ætlum við að líta til veðurs. Það verður vestan gola eða kaldi og stöku skúrir eða él, en lægir í kvöld og nótt og það má búast við vægu næturfrosti inn til landsins. Það snýst í norðan kalda eða strekkinga á morgun með rigningu eða slittu með köflum norðan og austanlands, en bjartviðri sunnanheiða. Það kólnar fyrir norðan og hitinn á morgun verður frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til, upp í 13 stig síðst. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Barcelona tryggði Spánarmeistaratitilinn í gærkvöld í stórslag liðsins við Real Madrid. Við heyrum í þjálfara liðsins sem upplifði ýmsar tilfinningar í gær. Njarðvík og Haukar eigast við í öðrum leiksinum í úrslitaeinvígi kvenna í körfubolta sem stendur og við fylgjumst með viðregninni. Og Baldur Þór Ragnarsson hefur sagt skilið við karlalið Stjörnunnar í körfubolta. Hann gerði liðið að Íslandsmeisturum í fyrra. Þetta og meira til í íþróttum hér eftir fréttir. Rennum yfir það sem var helst í fréttatímanum. Vonir frið milli Bandaríkjanna og Írans eru brostnar og vopnahlé hangir á bláþræði. Bandaríkjaforseti hafnar skilyrðum Írana og ætlar að afnema alríkisskatt á eldsneyti tímabundið. Rangir skammtar af þyngdarstjórnunarlyfjum geta haft alvarlegar afleiðingar á lifur og bris og jafnvel leitt til sjóntaps, segir innkirtlalæknir. Alvarlegt sé að slík lyf gangi kaupum og sölum á svörtum markaði. Lögreglan á Suðurnesjum hefur ekki verið með fíkniefnahunda á Keflavíkurflugvelli síðustu 2 ár. Greiningarvinna lögreglu og tollgæslu skilar betri árangri, segir yfirlögregluþjónn. Garðbæingar vilja áframhaldandi uppbyggingu í bænum, tíðari almenningssamgöngur og að betur sé hlúð að ungmennum og eldra fólki. Leikskólamál eru bæjarbúum ofarlega í huga. Óteljandi handtök eru að baki hverjum kjörseðli fyrir sveitarstjórnarkosningar. Kjörstjórnir hafa í nægu að snúast enda aðeins 5 dagar til kosninga. Og þá er þetta upptalið hjá okkur í bili og komið að íþróttum, veðri, kastljósi og silfri. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar meilum í dag. Verið þið sæl.